Tillaga bætt aðgengi að sálfræðiaðstoð og þar tekur Kári Arnarsson fyrstur til máls. Forseti borgarstjórnar, borgarstjóri og aðrir gestir. Af hverju svona tabú að fara til sálfræðings? Líður ekki öllum einhvern tímann illa? Ég nokkuð sem öllum líði einhvern tímann illa og ég held að allir hefðu gott af smá sálfræðastoð, bæði ungir sem fullorðnir. Á 10 ára grunnskólagöngu líður hverjum og einum nemanda eflaust illa á einhverjum tímapunkti. Samkvæmt að það sé stór vandamál, lítil vandamál, eða hvað sem þá skapar allt ákveðið vanlíðan. Og til þess að vinna úr þessu vanlíðan þá oft gott ráð að tala við einhvern. Það getur oft dugað að tala við vin eða foreldri, kennara stundum. En stundum þarf að tala við einhvern utanaðkomandi og óþekktan aðila. Og þar koma sálfræðingar sterkir inn. Sem sagt, einhver sem menntaður í því að tala við fólk lífið og tilveruna, vinna á vandamál og vanlíðan og greina geðræna kvilla ef til þess kemur. Ég held að allir ættu að hafa möguleikann á því að geta talað við sálfræðinga á erfiðum tímum. Það getur hins vegar verið mikil fyrirstaða fyrir því. Bæði það vegna þess að tímanir eru dýrir og viðhorf samfélagsins forðar mann kannski frá því að fara til sálfræðings. Ef sálfræðingur væri til staðar í öllum grunnskólum, þá myndi fólk kannski hætta að hugsa að þyrfti að vera rosa mikið til þess að fara til sálfræðings og það myndi kannski vera meira normið að tala líðan og tilfinningar eða svoleiðis. Þannig að mér langar eiginlega ekkert að tala þessa ræðu lengur. Mér langar að segja frá því að í dag þá lenti ég í því að vinur minn fékk taugaáfall eða eitthvað svoleiðis. Og ég veit ekki alveg, ég þekki þetta ekki nógu vel eða neitt þannig, en hann sem sagt byrjaði að tala einhverja hluti á Facebook í svona hópsamtali. Það sem allt í einu voru bara allir, að vera að tala 300-500 krakkar bara komnir inn í þetta að fylgjast með honum, bara að vera að bulla eitthvað og vera í einhverju rugli og flestir náttúrulega hlæjandi að hann því að skildi ekkert hvað var í gangi. Og ég áttaði mig ekki alveg á þessu fyrst, en þegar ég áttaði mig á þessu þá ákveðum ég og annar vinur minn að fara til hans. Þetta ekkert eitthvað besti vin okkur eða svoleiðis, en þetta alveg góður félag og við sáum að hann leiði eitthvað illa. Þannig að við förum heim til hans og hann bara eitthvað, hann bara alveg út úr því, hann veit ekki alveg hvað hann að segja og bara tala þetta á fullu og getur einhvern veginn slakar aldrei á og ég reynir svona að róa niður og tala við hann bara rólega hluti eða snúa umræðinu við og fara bara að tala eitthvað allt annað. Hann einhvern veginn svona erfitt einhvern veginn að ná sambandi við hann. Og eftir það, þegar við fórum fram sem sagt, þá tekur mammans við okkur grátandi og þakkar okkur fyrir að hafa komið og segir að þetta skipt svo miklu máli og segir bara að hann þurfa einhverju hjálp að halda og ég veit ekki meira en það skilur, ég fór bara eftir það. En ég er búinn að velta því fyrir mér eftir þetta að bara stanslaust hvort að ef hann alltaf talað við sálfræðinga eða verið vanur því að tala um sína tilfinningar og líðan, hvort að það geta breytt einhverju, hvort að hann hefði verið greindur fyrir með einhverju maníu eða eitthvað svoleiðis sem að hefði getað hjálpað honum í þessu tilfelli. Og að fer svolítið í mig að hvað erfitt að hvað mikið tabú að tala tilfinningar og þannig sérstaklega fyrir stráka. Hvað eru margir kallmenn, íslenskir kallmenn sem fara með sjálfsmorð hverju ári. Og má væntanlega rekja það til vanlíðan og geta ekki talað við einhvern. Þannig að ég held að þetta sé alveg bráðnauðsynlegt að fá að auka þessa sálfræðastoð og hafa þetta opið aðgengi. Menn sjá ekki fyrir ykkur að ef það er alist upp í það frá fyrsta bekk í grunnskóla upp í 10. bekk að geta farið til skólasálfræðings og létt að þér. Þá var það bara einhvern veginn, held ég að allir fordómar fyrir einhverju svona mynd alveg hverfa og allir þetta geta bætt líðan allra. Það er ekki meira sem ég að segja. Takk fyrir mig.
Arnarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur Ilmur Kristjánsdóttir, borgarfulltrúi, næst til máls. Ágætu borgarfulltrúar, ungmennaráð, takk fyrir komuna, takk fyrir fallegt og innlegg og kippa okkur niður á jörðina. Ég tek undir hvert einasta orð sem hún segir. Og það að við reyndar finnst mér, af því að það sem ég ætlaði að segja hérna var að því ég er svo ánægð með þessa kynslóð hvað hún er opin og hvað hún á auðvelt með að tala um tilfinningar. Og hvað það er mikil breyting, af því að það var fyrir stuttu síðan las ég bakþanka eftir geðlækni af eldri kynslóðinni þar sem hann talar að hvort að átakalaus æska sé að búa til þennan kvíða hjá nemendum og að næst verði fullorðið fólk að fá áfallahjálp yfir að því að það springur á dekkinu hjá því. Að í rauninni að þið séu svo miklum bómullar hnoðra að þess vegna sé kvíði að mælast svona mikið. Og ég var svo glöð þegar þessu var svarað í gær í bakþöngum líka. Af því að þannig talar kynslóð sem er einmitt alin upp við það að bæla í staðinn fyrir að væla og situr uppi með alls konar áföll sem það kann ekki að tala um, fullorðið fólk sem kann ekki að tala um tilfinningar, gerir grín að öðrum sem gera það, misnota brennivín og kommentar á nóttunni. Já, þannig að, já, ég segi bara hættið að bæla og farið að væla. Alltaf yfir því sem að ykkur raunverulega býr í brjósti. Að því annars endið bara uppi reið og bendið á alla aðra. Eða þið fáið taugaáfall eða hvað sem er. Og ekki skammast ykkar fyrir það. Ég var síðast að lesa status hjá vinum mínum sem er leikstjóri á miðjum aldri og sem hann sagði, hann var að sýna einhverja mynd og sagði sálfræðingurinn minn sagði mér að gera þetta. Sem er svo mikið statement í því, bara að einmitt kallmaður á miðjum aldri segir sálfræðingurinn minn sagði mér að gera þetta, því það er hann að segja ég er hjá sálfræðingi. Ég þori að viðurkenna að ég er vanáttugur, ég er lítill í mér, ég er alls konar. Þó ég sé viðurkenndur í samfélaginu fyrir að vera eitthvað annað. Eða stór kall. Gæsalögum. En ef við fjöllum um tillöguna sjálfa, þá er þrennt sem að það er annars vegar hvað þjónusta er í rauninni í boði nú þegar og fólk kannski veit ekki af. Hvernig má bæta þá þjónustu sem nú þegar er til staðar og hverju bætum við svo við? Ungmenni í Reykjavík hafa aðgang að sálfræðingum á þjónustumiðstöðu gegnum svokallar viðtalsbeiðnir og oft eru það foreldrar eða skólahjúkrunarfræðingar sem hafa milligöngu þar um. Svo ég ætla bara því að ég er örugglega búin að eyða svolítinn tíma að ég veit ekki hvort að þið vitið að það er, þið þurfið leyfi foreldra til þess að fá þetta viðtal og ég veit ekki hvort að það sé einmitt eitthvað sem við þurfum að skoða að það sé í rauninni þurfi að vera þetta þessi milli, hvort það sé ekki bara hægt að það eru til staðar náttúrulega skólahjúkrunarfræðingar og það er kannski líka að skoða hlutverk þeirra í þessu samhengi að þeir hafi milligöngu viðtalsbeiðni til sálfræðinga á þjónustumiðstöðum. Svo finnst mér líka eins og þú varst að tala um að því sem er ekki síður mikilvægt og það er jafningastuðningurinn. Það er að þið séuð að grípa inn í en þá þurfið þið líka sem að einmitt kannski eru það ekki að kljást við félagslega vanda eða kvíða eða hvað sem er að vera meðvituð að náunginn kannski er það og þannig getið þið gripið hvort annað og það held ég að sé ekki síður mikilvægt heldur en sálfræðiaðstoð í einkatíma. Að því við vorum til dæmis í velferðarráði fengum heimsókn hjá stelpu sem hafði verið í barnavernd eiginlega allt sitt líf eða hún hefði verið umsjá barnavernd frá því hún var 12 ára er reyndar fyrir en hún fór svona, í svona prógram þá og ég spurði hann hvað hefði skipt hana mestu máli af hverju hún væri svona heil í dag af því að hún var það
og hún sagði vini mínir. Hún fekk alls konar aðstoð frá fullt af fólki, fullt af sérfræðingum, fór á milli stofnana, heimila, góðu fólki. Það sem skipti mestu máli var stuðningsnetið í kringum hana. Þannig að þið skiptir líka rosalega miklu máli hvað þetta varðar. Og ég held einmitt að sko, ef við tölum við bara, bekki, og við höfum þessa fræðslu líka á jafningjagrunni, að það einmitt eins og þú segir, það kljást allir við þetta. Þetta ekkert við eitt. Sumir fara auðvitað, eru misfærir í að díla við hluti, en þetta á við okkur öll. Ég ætla að því að tíminn er búinn, þá sem sagt að því að heilsugæslan, það nú verið að gefa út ríkisstjórnin, hún ætlar að setja aukna sálfræðiaðstoð á heilsugæslurnar og það mikilvægt að heilsugæslan komi inn í þetta og nú þegar eru fjölskylduteymi í einhverjum hverfum og við þurfum að efla þessa þjónustu, fá heilsugæsluna með okkur. En ég vísa tilraun til meðferðar hjá velferðarsviði og SFS með samstarfi heilsugæsluna að leiðarljósi. Svo ætlaði ég að enda á Whitney Houston. I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how it used to be. Yes! Ilmur Kristjánsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og hún leggur til að tillögunni verði vísað til velferðarsviðs og velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs. Ætli það sé ekki best að hún fari til velferðarráðs sem leiti umsagnar skóla- og frístundaráðs. Þau sem samþykkja þá málsmeðferð gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og við göngum til síðasta liðar á dagskrá.